Góðan daginn. Í þessu erindi sem hluti af heilli málstofu sköpunarsmiðjur í Austur-Vesturverkefnu ætla ég að segja ykkur frá kennslufræðilegri sýn sem birtist á þessu fyrsta ári í verkefninu. Ef við kannski fyrst kíkjum á hvað eru sköpunarsmiðjur, þá alveg augljóst að þær eru mjög fjölbreyttar. Þær geta verið allt frá því að vera með lítilli sem engri tækni, einhverri tækni þar sem fléttast saman hefðbundin sköpun og flóknari tækni og svo einhver hátækni. Gögnin sem ég byggja á í þessu erindi eru það sem birtist á vefsíðu verkefnisins, því sem deilt hefur verið í Facebook síðu þeirra, það sem við höfum séð í heimsóknum og viðtölunum. Þeir sem eru talsmenn sköpunarsmiðja segja að þeir eigi töluvert erindi í skólastarf og geti elt áhugahvöt og samstarf, lausnarleit og skapandi hugsun. Og það það sem ég vildi skoða, sem sagt hvort að það væri að birtast í þeir sem við sáum kennarana bæði læra og gera. Verkefni byrjaði með mentabúðum síðastliðið haust og svo aftur seinna veturinn og þar kynntust kennarar alls konar vinnubrögðum og tækni. Áherslan á stafræna tækni var töluverð í mentabúðunum og hún endurspeglar svolítið í þeim vinnubrögðum og verkefnum sem að kennararnir tóku upp á arma sína og unnin voru í skólunum. Við sáum þar bæði sem sagt verkefni það sem eru svona skýr fyrirmæli, mjög innrammað verkefni, eins og til dæmis að búa til jólakort eða páskakort með svona rafrás þannig að kviknaði ljós. Eða að fara eftir uppskrift í efnafræði og búa til eldgos. Annað sem við sáum mikið af í gögnunum, það hönnun í verðlaust eða verðlítið efni og þetta var greinilega mjög vinsælt. Kannski sáum við mest af þessu að þetta sjónrænt, en viðtölin líka gáðu til kynna að þetta væri eitthvað sem kennararnir væri mikið að vinna. Og þarna dæmi brúarhönnun, að búa til gróðurhús, búa til alls konar turna úr tannstöngulum og spagetti, búa til inniskó úr límbandi og dagblöðum, búa til búninga, stóla, flugdreka og spilasal. Þannig að þetta ýmiss konar svona hönnun úr verðlausu efni. Og þið sjáu að það gengur oft töluvert mikið á og verið að nota alls konar verkfæri. Annað sem við sáum nokkur dæmi það var svona hönnun það sem gengið út frá sögu. Það sem að saga sem verið að vinna með látin stýra því sem að gerist. Þarna sáum við hann gosa uppi til vinstri. Svo uppi þarna til hægri sjáum við að það búið að búa til rúmin öll úr sögunum gullbráfabirnina 3. Og þarna fyrir neðan sjáum við 3 mismunandi kofa sem eru úr sögunum grísirnir 3. Það sem úlfurinn ætlaði að koma og fleygja öllum koll með að blása og blása. Og þannig bæði búið að byggja á Lego og túslitum og svona tunguspöðum. Við sáum líka hönnun þar sem verið að flétta saman tækni og verðlausu efni eða litlu efni. Til dæmis eru þarna litavélmenni og burstavélmenni sem ganga öll út á það að tengja saman litla rafhlöðu, lítinn mótor og láta eitthvað hreyfast. Við sáum líka svolítið að stafrænni hönnun, bæði fyrir yngri og eldri nemendur. Þetta lengst til vinstri furðudýrið unnið með Chatterpix, það sem að barnið greinilega búið að teikna furðudýrið sitt. Svo þetta einfalt forrit í iPad þar sem þú talar inn fyrir dýrið þitt. Þau eru líka að taka þarna myndir í ratleik, þau eru að gera green screen myndir og tilraunir með það. Þannig við sjáum þarna einhver dreng svífa sennilega yfir Ölpunum. Við sáum líka, það sem við sjáum allstaðar í skólakerfinu, að það aukin áhersla á forritun og stafrænt læsi. Þannig að þarna voru verkfæri kynnt og keypt í skólunum og fengi líka í láni hjá Búnaðarbankanum sem að beinast á forritun. Þá eins og Osmoið. Þannig eru stelpunnar með hjartaaugun þarna að vinna í spíróforritun og eru að láta litlu róbotuna keyra ákveðin hring. Og svo þarna verið líka í breakout edu, það sem alls konar þrautir sem þarf að leysa. Annars sáum við líka beina tengsl við kennslugreina grunnskólans, þar sem var verið að vinna með stór þemu og var verið að bæði að vinna með þekkinguna og að hanna eitthvað á sama tíma. Þannig að þarna sjáum við búið að leggjast í mikla rannsóknarvinnu hvernig fatnaður víkinga á að líta út. Það búið að búa til víkingaskip
og svo sáum við þannig restar af þema hafið, það sem var búið til stóra hafmynd. Þannig að það sem að skólarnir túlka sem hönnun í sköpunarsmiðju og sköpunarsmiðju vinnu mjög fjölbreytt og þessi upptalning ekki búin þegar við sáum líka tæknilausa sköpun. Það sem hreinlega var að vera að vinna með aftur verðlaust efni, blaðsíður úr einhverju bók og búa til ljóð með því að sverta út það sem ekki var ljóðinu og orðin sem mynda ljóðin verða eftir. Þetta var allt verkefni þar sem að kennarar og nemendur voru að vinna sem sagt. En við sáum líka dæmi það að kennararnir væru sjálfir að reyna sig með tæknina og nota hana til þess að auðvelda sitt starf. Hérna sjáum við 2 dæmi, annars vegar Bitmoji myndir og þeir sem nota Snapchat og Facebook vita orðið hvað svona Bitmoji og avatarar eru, það sem býrð til mynda sjálfu þér. Og þetta æði sem gekk yfir ameríska kennara til dæmis hérna í voru í COVID-inu, þar sem voru búa til stafræn efni til þess að lífga upp á námsumhverfið í fjarkennslunni. Dæmi þannig að hamarinn nú bara dæmi GIF því einn kennarinn tók það ráð að þegar nemendur voru að vinna verkefni í staðan fyrir að hún væri að útskýra verkefni aftur og aftur, þá bjó hún til GIF með leiðbeiningunum. Þannig að ef nemendur var eitthvað í vandræðum, þá kom bara hort á myndskeiði aftur og aftur. GIF sem sagt lítið myndskeið sett saman úr nokkrum myndum. Ef við lítum á hérna kennslufræðilega væntingar hérna kennarana, þá þetta hérna ágætis tilvitni. Við erum ekkert endilega að sjá kennarana mikið segja að við viljum að þau læra á mikla tækni og áherslan á hún birtist ekki í því sem þau tala kennararnir. Heldur talaði miklu meira sköpun. Allir hafi þess kost að geta unnið svona skapandi vinnu, að taka hugmynd og láta hana verða veruleika. En svo bættu þau líka við samvinnu og rökhugsun. En líka hvernig þau komið sér fyrir í skólastarfinu, þá sagðu kennararnir, ég held að maður næri að láta þau fara að vinna svona, það til dæmis að vera í lot og smiðju, þá það rosalega mikið uppbrot í skólastarfinu og önnur hugsun sem fyrir í gang. Og þannig það hugsunin sem aðalatriði. Að þegar þú ert ekki lengur fastur við þitt borð og þína bók, þá fer önnur hugsun í gang. En svo þeir líka velta fyrir sér hvernig þeir að koma sér fyrir í skólastarfinu sem sagt. Það að vera að vinna skapandi verkefni kostar það að þú þarft að setja eitthvað annað út og þau höfðu beilinni sjálf orð á því. Ég held að þetta sé með eins og önnur fög, það sem við erum að taka nýja bækur inn og svona. Maður verður alltaf að velja og henda einhverju öðru út í staðinn. Þú getur ekkert endalaust bætt við bókum og bætt við þessu og hinu. En þetta kemur fjölbreytileikanum inn og svo nefnaðu líka hérna samþættingu. Og það í rauninni þessi fjölbreyttu kennsluhættir sem þeir að sækjast eftir. Þeir segja, mér finnst líka skemmtilegt að sjá, það alltaf verið að tala börnin verða alveg einangri í spjaldtölvunum en henni finnst það alls ekki, svo sem talar þarna. Það verður mikil samvinna og þau sita saman og að vinna saman og hjálpast og spökulegra. Þannig að ef við reynum að taka saman hvernig við sjáum námsgreinar birtast í þessari sköpunarsmiðju vinnu, þá sjáum við skýr tengsl til dæmis við samfélagsfræðina og náttúrufræðina, eins og í þemanum hafið og þemanum víkingana, þar við skýr tengsl. Við sjáum líka eins og með tannbursta skrimslið og þannig við erum að vinna með rafmagn og það skýr tengsl við náttúrufræðigreina, það sem kennt beinlínis rafmagn. Við sjáum líka tengsl við ljóð og sögur og framsögn og tjáningu sem birtist meira eins og í grínskinn myndböndum þar sem krakkarnir eru að tjá sig og segja eitthvað og vinna með þannig. Og svo skýr áhersla líka á forritunina. Og svo þarna sá ég á einni mynd að þarna læðist tónlistin aðeins inn þar sem eru að vinna með svona meiki tengi og tónlistin kemur þarna við sögum. En ef við reynum að greina hvað einkennir þá þessa vinnu og hvernig eru mismunandi uppbygging þeirra, þá getum við hort á það að verkefni séu annars vegar eins og við byrja að segja frá mjög skipulögð og stýrð eftir uppskrift getum við sagt. Eða þetta opin efni við þar sem opin sköpun í gangi. Þetta sama við rákumst á í meikiverkefni sem var sköpunarsmiður í yngri bekkjunum og við sjáum það að þessi tilbúnu uppskriftaverkefni, þau engjast að því að kenna og þjálfa ykkur hæfni,
að kynna einhverja möguleika og virkni á verkfærum og efniviði. Og til dæmis þá dæmið eins og Osmo, þar bara verið að þjálfa ykkur ákveðna hæfni, æfa sig í samlagningu, frádrætti, tölustöfunum og forritun. Við sáum líka að það bara hægt að vera að vinna æfingar með límbis og setja saman einhver kit, eins og tannburstaskrimsli er. Það svolítið svona mótað eins og skapar út frá því. En eftir því sem verða opnari, þá sjáum við að þau verða fela í sér meiri ígrundun, meiri svona rannsókn á hugmyndum og efnivið, lausnarleit og úrvinnslu og þannig eftir samvinnan sjálfsögðu vera með líka. Og þetta þá dæmi eins og að leysa raunulegt vandamál, að búa til myndband, hanna brú, hvernig á ég að hafa rúmi fyrir gullbráð, því sjáu hvað liggur mikil hugsun þar á bakvið. Við höfum líka velt fyrir okkur þegar við erum að ræða þessi verkefni, hvort þetta sé ykkur þróun að í byrjun þurfiru að kenna vinnubrögð og svo að fara yfir í opna sköpun. Eða eigum bara að hella okkur í opna sköpun og þegar okkur vantar verkfæri að þá fyrir að þjálfa þau og læra á þau. Í Meigi-verkefninu fyrrnefndu þá studdust við þetta módel frá Svanborgu Jónsdóttur eflandi kennslufræði, eflandi kennslu og ég nefndi svo margar gerðir af verkefnum að mér fannst erfitt að staðsetja hvert og eitt. En við getum tekið einhver dæmi, eitthvað sem er mjög stýrandi svona uppskriftaverkefni, þar sem nemendur hafa lítið það að segja, myndu við segja að væri kannski stýrandi kennsla, lengst niður til vinstri. En eftir því sem að nemendur hafa meirum að segja og kennari minna að segja, þá getum við talað um þessi eflandi og frelsandi kennsla. Og okkur finnst eins og kennararnir það þangað sem þeir vilja fara. Þeir vilja efla sköpunna, þeir vilja efla tjáninguna og samskiptin og að nemendur hafi meira námsitt að segja og hafi fjölbreyttari möguleika til þess að tjá og miðla það sem þau hafa lært. Hér með líki máli mínu og takk fyrir.